Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Mundu að hafa Guð í hjarta þínu þegar þú ferð í gegnum dalinn og leyfðu honum að leiða þig í gegn. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Jesús dó fyrir þig svo að þú getur átt líf í fullri gnægð. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við viljum hvetja þig til þess að deila samkomunni og verum hvatning fyrir aðra að koma í hús Drottins og lofa hann eða vera bara heim í stofu og lofa hann með okkur á samkomu. Blessed be your name in a land that is plentiful, with the streams of
fire bound and flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. The sun's shining down on me. The world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On a road marked with suffering, there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, oh, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. And my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Amen. Amen. Velkomin á samkomi hér í dag. Bara velkomin, velkomin, velkomin. Eins og sjáu, það vantar trommarinn okkar. Hann ákvaði að fara bara í frí til Tenerife og skildi okkur hinn eftir. Hann vil fá að finna fyrir þessu næst þegar hann kemur og trommar ekstra mikið þá sunnudag. Nei, segi svona. En við ætlum að lofa Guð í dag, við ætlum að lyfta upp hans nafni, við ætlum að heyra hans orð í dag. Og við ætlum að gleðjast yfir því að við fengum þennan frábæra sunnudag til þess að draga okkur nær Guði, gera betur, vera þakklátt. Það er svo margt sem við getum verið þakklátt fyrir. Og það er litla barnabarnið mitt alveg tilbúin að lofa Guð. Já, hann er sko alveg tilbúin, já. Ó, þetta er svo æðislegt. En við skulum biðja saman. Drottin, ég þakka þér fyrir þennan dag. Ég þakka þér fyrir trúfastið þína, Drottin. Ég þakka þér fyrir að við fáum enn einn sunnudaginn til þess að vexa nafn þitt og lyfta þér upp. Ég þakka þér fyrir að þú ert trúr og sannur. Og Drottin minn, ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú segist vera, Drottin. Ég bið að mæta okkur hér í dag til andar, sálar og líkama. Ég bið að mæta þeim sem eru heima, sem eru að horfa á okkur live. Ég bið að mæta þeim sem að hlusta á okkur eftir. Og alla vikuna, Drottin, ég bið þig, Drottin mín, komdu með eitthvað nýtt, komdu með eitthvað æðislegt inn í okkar líf. Hjálpa okkur að gera betur, hjálpa okkur að fara lengra. Við þökkum þig fyrir í dag og við ætlum að halda áfram að lyfta þér upp í Jesú nafni. Amen.
sé lof drottin Guð, lofað sé þitt nafn, leif mér að tigna þig. Syngja lofsöng til þín, lofa þig, leif mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr saminn, ég syng þá lofsöng þín á ný. Og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn, gef mér að syngja það til loðmanns sín. Þér sé lof drottin Guð, lofað sé þitt nafn, leif mér að tigna þig. Syngja lofsöng til þín, lofa þig, leif mér að tigna þig. Þín ást rík, þú seig til reiði, þín rausn mikil, þú elskar mig. Kærsku þína vil ég glaður syngja. Þú gafst mér ástæðu að lofa þig. Þér sé lof drottin Guð, lofað sé þitt nafn, leif mér að tigna þig. Syngja lofsöng til þín, lofa þig, leif mér að tigna þig. Og daginn þann ég megni meira, markið nálgast, enda raun. Syng ég þitt hjartans lof má heyra. Í himni Guðs sem líf in
splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Now we see how great is our God. Age to age, He stands. Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we see how great is our God. He's the name above all names. Oh, He's worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names, and you're worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Always sing how great is our God. Ekki hérna? Jú, hérna kemur. Guð er góður, hann er mikill. Velkomin aftur, samkomin segi ég. Smá hvatning. Nú er kosningabaráttan búin. Sum ykkar enn með baug undir augunum eftir að vaka í alla nótt. En niðurstöðurnar liggja fyrir. En okkar þáttaka heldur áfram. Í fyrirbæn. Fyrir stjórnarmyndun og fyrir nýri stjórn. Alveg sama hver niðurstöðurnar voru, hvort að við okkur líkaði kosningarna, niðurstöðu kosningarna. Nú er þetta bara svona, en við sem fólkið hans Guðs, við biðjum. Við biðjum framgang, velmegun og blessun og frið yfir landið okkar í gegnum stjórnvöld okkar. Ekki satt? Þetta er það sem ritningin hvetur okkur til að gera.
Á miðvikudaginn verður bænastund. Við verðum með svona soaking eða íhugunarstund milli 7 og hálf 8 hér í salnum og síðan verður bænastund frá hálf 8. Þannig að þið eru öll velkomin hingað í þetta hús ef þið mögulega getið komið og verið með þá. Eitt í viðbót, við erum með undirbúningi núna myndun svona smá hópa, lítilla hópa sem ætla að hittast reglulega í kirkjunni og sum ykkar við kannski eru búin að heyra það og eru tilbúin að vera með og vilji vera með. Önnur eru kannski að heyra þetta í fyrsta sinn en þetta verður kynnt og auglýst núna alveg á næstunni þannig að verið bara í starthólum ef ykkur langar til þess að taka þátt þar. Mjög spennandi. Annars það bara sunnudagssamkoma aftur næst en í dag ræðumaðurinn Þorgerður Ásmundsdóttir og hún eigum að segja okkar Þorgerður Ásmundsdóttir. Hún hérna í kirkjunni, Smárikirkjunni og hefur þjónað hér í dálítið tíma en ég veit ekki hvort hún hefur talað svo mikið en það kemur bara hún ætlaði að fara að gera það í dag. Hún ætlaði að fara að gera það í dag og það verður gaman og það verður spennandi að heyra. En við skulum bara leggja okkur enn einu sinni í Drottins hendur. Við ætlum að taka samskotið okkar, biðja hann að leiða okkur í því og áframhaldandi í stundinni. Faðir minn, við þökkum þér fyrir það að þú ert hér fyrir anda þinn. Þú vinnur og starfar í hjörtum okkar í gegnum lofgjörð og tilbeiðslu. Drottinn minn, þú vinnur í gegnum orðið þegar það verður talað á eftir. Og Drottinn, þegar við sáum núna inn í þitt ríki, gefum af fjármunum okkar inn í þitt ríki, þá blessar þú það líka, Drottinn Guð. Við þökkum fyrir það í Jesú nafni. Elsku vinir, þeir sem eru heima líka, upplýsingarnir eru á skjánum, ef viljið taka þátt. Frammi posi, baukar fyrir þau sem eru í salnum og viljið gera það. Á þann mátan, Guð blessi ykkur öll og við höldum áfram að lofa Drottinn. Before the throne of God above, I have a strong, a perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of my guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because a sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Hallelujah, hallelujah, praise the one risen Son of God. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One in himself, I cannot die. My soul is purchased by his blood. My life is his
placed on high with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one risen Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one risen Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one risen Son of God. Endilega syngið þetta lag, við kunnum þetta öll og örugglega alveg frá hjartarótum. Endilega lofið Guð með okkur í þessu lagi. Látlaust vil ég lofa nafnið Jesú. Lausn og frelsi veitir þetta nafn frá synd. Meðan fjöldans nafnum fölna, muni færa nafnans hljóma og það lýsir mönnum leiðum ógreið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir öll. Nafnið Jesú færa nafnið Jesú fyrir nafnið Jesú á ég líf hýndað. Innan skams mun opnast perlur liðin. Hinn ég geng og lít hans auglit undur blíð. Hann sem Kristur Jesú kallast, komið hans ég þá mun minnast. Hér á Golgata hann gaf upp andan sinn. Takk Jesús, til að gæti ég og þú séð þig minni. Nafnið Jesú fagra nafnið Jesú fyrir nafnið Jesú. 'Cause I know, 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 'cause I know,
Halló, heyrðu í mér. Halló. Ég bara vatni með mér hérna. Sjáu þið, ég drekk kristall. Það sést hvað ég neitjúk. Halleluja. Það er yndislega nærvera Guðs hérna í gegnum lofgjörðina. Halleluja. Takk, elsku systkini, fyrir fallega lofgjörð. Amen. Þetta eru snillingar. Sem búið að segja svo oft. Og takk líka allir tæknimenn sem eru svona bakvið tjöldin, bakvið sviðið sem sjást aldrei. Gefn og Alli og Konráð sem er búin að standa sér þvílíkt eins og hetja og Maggi og fólk sem að sést lítið en eru dásamlegir þjónar í Guðs ríki. Amen. Þér þér. Já, Gefn, takk fyrir, ertu ekki þarna? Hún ætlaði að hjálpa mér með glærurnar. Og hérna, bara biðið með þolinmæði fyrir hana vegna þess að ég sendi henni hérna texta í morgun og hún sagði, ertu með eitthvað reikningavers? Ég sagði, já, ég er búin að senda henni örgulega 100 reikningavers. Nei, ég segi svona, ekki alveg kannski. En biðið þolinmæði fyrir hana, því þetta er kannski ekki alveg í réttri röð og allt þetta, sko. En hérna, dýrsigvi, bara að leggja þessa stund í Guðs hendur. Himneski, heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að þú ert okkar kennari. Heilagrandi, þú ert okkar kennari. Halleluja, og þú sagðir, Jesús Kristur, þú sendir þinn heila anda til að minna okkur á, kenna okkur og minna okkur á allt það sem að Jesús sagði við okkur. Allan leyndardómyndur, þú ert okkar kennari. Og við bara elskum þig og við þráum að ég þrá að þú fór að tala henni í dag í Jesú nafni. Ég byrjum að vitna með þínu orði þannig að bara hver sem hlustar á sem er hérna í salnum eða sem er á netinu í Jesú nafni fá að heyra þitt orð, fyrst og fremst þitt orð, Drottinn. Og fá að skynja þinn anda og það að þú elskar okkur eins og erum. Amen. Yfirskrift þessa ræðu er hérna varðið hjarta þitt framar öllu öðru. Og það skýrist kannski betur seinna í ræðinni hvað ég á við, af hverju ég valdi þennan texta. En mér langar að byrja bara á Sálmi 139 sem er einn af mínum uppáhaldssálmum í Biblíunni að texta. Og hérna, ég ætla bara að lesa hann svona megnið af honum. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig, hvort sem ég styð eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekki það í til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleit, ég er henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi på himininn, sjá, þá ert þú þar. Og þótt ég gerði undirheima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vangi morgunróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér því að þú hefur myndan íru mín ofur mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það, ég er undursamlega skapaður. Undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Amen. Ég ætla ekki að fara lengra í þessum sálmum, þau getur bara að lesa hann, þetta er dásamlegur sálmur. Og hérna, mér langar að aðeins að snerta á hérna, sem segir hérna, aðalega í kringu þetta, vers 11, þegar hann segir hérna, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi þó myrkrið ekki verið þér of myrkt. Og einmitt þetta 7. versið, ég stikla svona fram og tilbaka, afsakið.
Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Ég spyr mig þegar ég las þetta, af hverju ætti hann að vilja fara frá augliti Guðs? Af hverju ætti við að vilja það? Af hverju ætti við að segja, myrkrið hylji mig? En ég var að spyrja nokkra 2 guðfræðinga í gær. Hvenær skrifaði Davíð þennan sálm eða skrifaði hann yfir höfuð, sko. Megnið af sálmunum, Davíðs sálmum eru eftir hann. En það eins og, þú veist, það ekki alveg vitað hvort að hann persónulega skrifaði þetta, sko. En það breytir kannski ekki öllu máli, en einhver skrifaði þetta sem að vissi það að, þú veist, að Guð þekkti okkur það vel í gegn að við getum ekkert flúið fyrir honum, en semir vilja flýja og semir vilja líka meina guðfræðingar að þetta hafi verið skrifað út frá Adam í aldingarunum Eden. Vegna þess að hvað gerði Adam í 1. Mósebók 3:9, mátt skrifa það, þegar maður koma upp á vegg, já, eins og ég sé komið. 1. Mósebók 3. kafla 9. vers. Þeir voru búin að falla, eins og við vitum, Adam og Eva voru búin að falla og Guð, hann kallaði á manninn og segir við hann, hvar ertu? Ég persónulega trúi því að Guð vissi alveg hvar hann var. Guð, ég veit því sem út frá þessum sálmi, Guð vissi hvar hann var, en hann segi, hvar ertu? Það var komin fjarlægð þarna á milli, hann var búin að brjóta, þau voru búin að brjóta gegn boðorðum Guðs. Og Adam segir við hann, nei, Guð segir ég heyrði, þetta er Adam, hann segir, ég heyrði til þín í aldingarðinum og var hræddur því að ég er nakin og ég faldi mig. Ég ætla ekki að fara inn í eina guðfræðilega kenningu um þetta, af hverju, þú veist, ég spurði mig býtið af hverju upplifði hann það að hann verið nakin, sko, en þarna var komin synd, þarna var komin skarð á milli Guðs og mannsins, sem sagt Adam og Evu, og ég trúi því persónulega að þarna réttlæti sem þau voru hulin í, það var horfið, þau voru ekki lengur réttlátt fram fyrir Guði og þau upplifðu skömm og þau vildu fela sig fyrir Guði. Og þetta er nákvæmlega, og síðan í gegnum alla biblíuna, og þarna var komið syndafalli inn og síðan var þessi sálmur skrifaður löngu seinna, þú veist, hvert get ég farið, hvert get ég flúið frá augliti þínu, hvert get ég farið frá anda þínum og hvert get ég flúið frá augliti þínu. En málið það, eins og segir þessum sálmi 139, Guð þekkir okkur svo út í gegn. En sannleikurinn er sá að þó að Guð þekki okkur út í gegn, þá elskar hann okkur samt. Og það er svo fallegt, þú veist, og við erum alltaf að fela eitthvað, þú veist, já, mannveran er bara þannig og maður kan skoða, skilur, hvað er það í hjarta okkur og það er svo mikilvægt að við varðveitum hjarta okkar og við erum hreinskilin og heiðarleg og það er eina sem að Guð þráir í okkar lífi, að því að hann veit að við erum breysk, hann veit að við erum syndug, eða skilur þannig, en við erum undir blóði Jesú Krist núna, þeir sem hafa meðtekið hann sem frelsara. Þannig að, mér langar svolítið að við skoðum líf manns, ungs manns, þegar ég kem inn í söguna í hans lífi, sem hét Davíð, skoða hans líf og það er ekki að setja versið alveg strax uppgjáðin, en ok, þetta var Davíð, hann var fæddur eins og Jesús í Betlehem. Hann var sonur Ísæ, hann hét Davíð Ísæsson. Hann var yngstur af 8 bræðrum. Það er ekki getið það hvort hann átti systur, ég veit ekki alveg hverju það var. En hann átti 7 bræður, hann var yngstur. Og við þekkjum lagið Davíð var lítill drengur. Og hann er alltaf sýndur í einhverjum teiknimyndasögum sem eitthvað 13 ára eða eitthvað. En ég er ekki alveg á því, sko, heldur. En nefnilega þarna, einhverjum texta þegar hann var þegar hann var smurður til konungs, þegar Samúel spámaður komið til hans og smurðan, þá talaði að hann var vel vaxinn. 12-13 ára strákur er ekki vel vaxinn, hann er rétt að stíga inn
Þannig að ég held að hann sé svona allavega að vera í kringu tvítugt en það mjög ungt með við það að eins og Abraham, hann byrjaði þjónustu sína svo Halldór segði áttræður. Þannig að hann mjög ungur maður þarna þegar Samúel kom og Guð sagði þú ert að smyrja hann. Og já, hvar var það eftir? Ég veit ekki hvort ég var búin að skrifa það versan. Það breytir ekki allir, ég vil bara segja þetta sko með mínum eigin orðum. Guð sagði, hann var búin að hafna Sál sem var konungur á undan Davíð, hann var búin að hafna honum af því að hann var búin að óhlýnast Guði á hvernig hlutum sem hann sagði að gera. Og Guð hafnaði honum sem konungi og Guð sagði ég búin að velja mér annan konung frá kyni, sem sagt, syni Ísæ þessa og hann býr í Betlehem. Og þegar hann kemur þangað, Samúel, þá svo, finna það vers. Svo. Allavega hann sér þessa syni, Ísæ, hann leiðir þá fram fyrir Samúel og hann sér elsta soninn og Samúel segir já, svo sannlega á þessi að vera konungur sko. Út af því hann var hávastinn og glæstur, hann var sterkur og þeir 3 af bræðrunum voru búin að fara í stríð fyrir Sál. En Davíð, hann var lítill, hann var ungur og hann var að gæta sauða, hann var sauðahirðir en hann var líka tónlistarmaður og hann var tónlistarmaður, hann gæti verið hjá okkur, nei. Hann átti hörpu og það var hans yndi að vera út í haga, einhvers staðar með einhverjum kindum, ég sé hann fyrir mér, og hann bara lofa Guð, þú veist, á meðal kindana og hann bara lofa Guð og hann elskaði Guð. Og það sá það enginn, þú veist, en hann lofaði Guð og og hann þekkti hann. Og sjá, þetta í fyrir Samúels bók, þegar Sál velur hann sem konung, og sjá. Davíð smyrði til konungs, þetta í 16. versi, fyrir Samúels bók, 16. kafla, fyrir ekki. Og ég veit ekki hvort þú ert með þetta vers, jú, þú ert með það, ok, frábært. Ok, en þeir komu, synirnir sem sagt, og Samúel sá Elíab sem var elstur sonana og hugsaði, já, vissulega stendur hér frammi fyrir mér drottin hún smurði, við viljum alltaf vera svo klár, þú veist, við vitum alla hluti. En drottin sagði við Samúel, lít þú ekki á skapnað hans og háan vöxt, því að ég hef hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á, mennirnir líta útlitið, en drottin lítur á hjartað. Það var eitthvað sem Guð vissi og sá í Davíð, þetta hjartalag, hann elskaði Guð, hann var með hreint hjarta. Ok, og svo leiðir hann semst fram að einn af öðrum og já, þannig semst 10. vers, þannig leiddi Ísæ fram 7 sonu sína fyrir Samúel. Og Samúel sagði við Ísæ, engan af þessum hefur drottin kjörið. Og Samúel segir við Ísæ, spámaðurinn segir við Ísæ, eru þetta allir sveinarnir? Hann svaraði, enn hinn yngsti eftir og sjá að hann gætir sauða. Hann bara út í haga að passa kindurnar mínar og hann bara eitthvað, ég veit ekki, hann hélt að hann var örugglega ekki hann, sko. Og Samúel sagði við Ísæ, send eftir honum og lát sækja hann, því að við setjumst ekki til borðs fyrir að hann komin hingað. Ég sé ykkur hvað, maður leiði kannski margir klukkutímar þarna, sko, að bíða eftir matnum, ég veit ekki. En til að gera langar sögu stutta, þá smyr hann fyrir framan bræður hans til konungs, amen. Hann smyr hann til konungs, svo kemur ákveðin atburðarás í gang. Sál orðinn hálfgeðveikur, eða stendur hann kemur illur andi frá Guði og hann bara verður sturlaður og brjálaður og það kemur ákveðin út frá þessum tímamóti þegar Davíð smurður sem konungur, sem ungur maður, þá fer ákveðin
atburðarás í gang, þannig að Sál konungur fær hann inn á heimili sitt, hann spilar hörpuna fyrir að lofa drottin og illur andinn vek frá honum. Og Sál elskaði Davíð og Davíð hann óx úr grasi og þroskaðist og síðan líður tíminn og ég trúi því nokkur ár þarna og það sem gerist í Sál að hann verður öfundsjúkur út í Davíð, hann verður öfundsjúkur og hann sér að hann verður vinsæll og hann fer öfundast út í hann og hann á endanum fer að hundelta hann og vill drepa hann. Þannig að Davíð, hann vissi það innst inni að Guð var búinn að velja hann sem konung, en ég ekki viss að hann trúði því á þeim tíma. Og hvað það oft sem að Guð talar eitthvað inn í okkar líf og við erum óþolum og við fyrir að efast það, þetta rétt. Og allavega líður tíminn og Sál, það endanum deyr Sál og við vitum það, við höfum heyrt það oft á predikunum að Davíð, hann fekk tækifæri til þess að drepa Sál. Sál var eftir honum, reyndi að drepa hann. Fyrsta skipti sem hann reyndi að drepa hann, þá var það konan hans sem heit Míkal, sem Sál var búinn að gefa dóttur sína honum. Hún bjargaði honum frá dauða og síðan var Jónatan líka sonur Sál sem bjargaði honum og náttúrulega drottinn sá þetta allt saman. Það var náttúrulega hann sem að leysa bjargaði honum frá en í gegnum þetta fólk og aldrei snerti Davíð Sál, hann dyrðist ekki þess að ég snerti ekki. Og eins og Sibbast predikaði einu sinni hann fekk þvílíkt tækifæri eins í hellinum að drepa Sál, en hann gerði það ekki og ég snerti ekki hinn smurða drottinn og hann hafði þetta hjarta, hreint hjarta og virðingu fyrir drottni. En svo verður Davíð konungur og hvað gerist? Og ég ætla að snerta aðeins á 2. Samúelsbók 11. kafla. Þetta kannski lang lesning og ég ætla bara að stikla á stóru en þið getið lesið það heima. 2. Samúelsbók 11. kafli. Þegar hann hittir Batsebu eða sér Batsebu. Og svo bar til árið eftir það leyti sem að konungar eru vanir að fara í hernað að Davíð sendi Jóab sem var hershöfðinginn sinn hans af stað með menn sína og allan Ísrael. Þeir herjuðu á Amorítum og settust Rabba en Davíð satt heima í Jerúsalem. Hann satt heima í stofu, bara glápa sjónvarpi. Hann var bara að slaka á og hann var bara kærulegs. Og hann átti ekki að gera það. Hann var konungur, hann átti að vera með sínum mönnum úti í stríði. Og hvað gerist? Hann var upp á þaki og sér hana Batsebu og kallar hana til sín, sendir þjóna sína að ná í Batsebu og hann sefur hjá henni. En áður hann gerir það, þá kallar hann þjóna sína og segir hver er þessi kona, hver er þessi forskona kona? Og það er Batseba, Eliamsdóttir, kona Úrija Hetita. Hann vissi semst alveg að hún var gift kona. Þú veist, samt lætur hann kalla á hana, senda hana til sín og hann bara sefur hjá henni. Og barnar hana í þokkabót og hvað gerir Davíð? Það er ótrúlegt, Davíð er búinn að líða mörg ár, hann er búinn að vera konungur í mörg ár, hann er búinn að eiga sjálfur nokkra konur, margar hjónakonur, ég held að hann hafi verið búinn að eiga 20-25 börn, þú veist, þetta er alveg, halló, og hver myndi geta þetta í dag, sko, en samt kallar hann Batsebu, hann barnar hana, hún kemur, lætur hann vita og þá fer ákveðin svona atburðarás í gang sem er alveg ótrúleg vegna þess að þetta er maður sem þú veist, kallaður maður eftir Guðs hjarta. Það fer ákveðin atburðarás í gang
hann hugsaði með sér, já, ok, fyrst ég búin að klúra einhverju. Og hann lætur sendiboða kalla Úría manninn hennar heim úr stríði. Og segir, far þú bara heim til þín og hann segir 8. versi, 11. kafla 8. versi, Úría kom á hans fund, spurði Davíð, og þetta var svona chit-chat bara, hvað segir þið gott, hvað segir Jóab, hvað segir þú gott, hvernig hefur það, hvernig líður þér? Hann að koma úr stríði, bara alveg úr hernaði, og hann ætla bara að hafa eitthvað svona spjall, bara daginn og veginn, hvernig hefur það, hvernig líður þér, og eitthvað svona. Og svo segir hann, far þú nú heim til þín og slaka þá og laug á fætur þínar. Þá gekk Úría burt úr konungshöllinni og var gjöf frá konungi borin á eftir honum. Hann vildi gera vel við hann. Úría lagðist til hvíldar fyrir utan, en Úría lagðist til hvíldar fyrir utan konungshallarinnar hjá öðrum þjónum herra síns en fór ekki heim. Menn sögðu Davíð frá því og mælti, Úría ekki farin heim til sín. Þá sagði Davíð í Úría, þú ert komin heim úr ferð, hvers vegna ferð þú ekki heim til þín? Hans plan var það, þetta var plan A. Hann vildi að hann færi heim, svæfi hjá konu sinni, þannig að uppgötaðist ekki að hann væri sekur. Og Úría segir við Davíð, Örkin og Ísrael og Júda búa í laufskálum og herra minn Jóab, hersöðinginn, og menn herra míns hafast fyrir út á bersvæði. Og þá ætti ég að fara heim til mín til þess að eta og drekka og hvíla hjá konu minni. Svo sannarlega sem drottin lifir og þú lifir, það geri ég það ekki. Og þá segir Davíð við Úría, vertu þá hér líka í dag en á morgun gef ég þér fararleyfi. Og var Úría þann dag í Jerúsalem. Daginn eftir hafði Davíð hann í boði sínu. Hann át og drakk með honum og hann gjörði hann drukkinn. Þetta plan B, vil ég minna. Hann gerði hann drukkinn, hvað gerir fólk þegar drukkið, það veit ekki alveg hvað það gerir, það svæfir samviskuna og hann hugsaði, já, það er best að svæfa samviskuna hans og þá fer hann heim og hann sefur hjá WhatsApp og málið er dautt. Það kemst ekki við mig. En kvöldi gekk hann burt og lagðist til hvíldar hjá þjónum herra síns en fór ekki heim til sín. Morgunin eftir, þetta er plan C. Morgunin eftir skrifaði Davíð Jóab bréf og sendi það með Úría. Í bréfinu skrifaði hann, setjið Úría fremstan í bardaga, þar sem hann er harðastur, og hörfið aftur undan frá honum, svo að hann verði ofurliði borinn og fallið. Hugsið ykkur, Úría, hann fór aftur á stríðið með bréf, sinn eigin dauðadóm. Hann fór með sinn eigin dauðadóm í vasanum. Og Jóab, hann gerði þetta, hann hlýddi, hann sett hann í fremstan í bardaga og hann dó. Og Davíð hugsaði þarna, já, Júkki ég er slappinn. Og þú veist, hann hélt bara að hann myndi ekki komast upp. Hann var konungur og hann hugsaði kannski, já, ég er konungur og það kom þarna ákveðin hroki, þú veist, ég get gert það sem ég langar til. En þetta var morð af yfirlögðu ráði. Og hugsa ykkur, hvað myndi hann fá mörg ár í fangelsi í dag fyrir svona? Þú veist, morð af yfirlögðu ráði. Og þetta var, af því hann var konungur, þá var þetta raunnið þannig séð, löglegt, af því það sem að konungur sagði voru lög á þeim tíma. Jóab, hann hlýddi út í rauðum dauðan, hann var herfáninginn hans og hann var undirgefinn sínum konungi. Þjónarnir sem að náðu í Batsebu, þeir vissu þetta líka. Þeir voru líka ákveðin meðsekir, þeir vissu þetta og vissu og sáu þetta plan. En þá skulum við sjá hvað gerist í framhaldinu. Kafla 12. Eftir að Salómon, hann var dáinn þarna, Salómon konungur sem smyrði hann. Nei, Salómon fyrir ekki, Samúels, bámaður. Já, hann var dáinn
Og Natan var tekinn til þjónustu þarna og Natan kom til Davíðs. Guð sendi Natan til Davíðs því Guð opinberaði Natan synd Davíðs. Og hann sendi hann til Davíðs. Natan kom til hans, þetta í 12. kafla. Já, önnur Samúelsbók 12:1. Skulum lesa þar. Og Natan kom til Davíðs og sagði við hann, þetta dæmisaga, 2 menn voru í sömu borg, annar var ríkur, hinn fátækur. Hinn ríki átti fjölda sauða og nauta, en hinn fátæki átti ekki nema 1 gimbralamb sem hann hafði keypt og alið. Það óx upp hjá honum og með börnum hans, það át af mat hans og drakk af bikar hans og svaf við brjóst hans og var eins og dóttir hans. Þá kom gestur til ríkamannsins og hann tímdi ekki að taka neinn af sauðum sínum eða nautum til þess að matreiða fyrir ferðamanninn sem til hans var komin, heldur tók gimbralamb fátækamannsins og matbjóð það fyrir manninn sem komin var til hans. Þá reiddist Davíð manninum í sögunni ákaflega og sagði við Natan, svo sannarlega sem drottin lifir, sá maður sem slíkt gjörir hefur aðhafst dauðasyggur og lambið skal hann borga 7-faldlega. Fyrst hann gjörði slíkt og hafði enga meðömkun. Og þá segir Natan segir við Davíð, þú ert maðurinn. Og ég spyr mig hvað það þurfti þetta. Það þurfti Natan, spámann, til þess að koma til Davíð, til þess að hann hjálpa honum til þess að horfast í augu við synd sína. Hann vissi að hann var syndugur. Hann vissi að hann var búinn að fara í þvílíkt plott eins og við vitið þarna plan A, B, C, til að drepa hann og koma honum fyrir gattanef og að fattaðist ekki að hann var búinn að barna giftara konu, skilji. En það misheppnaðist allt. En hann hélt samt að hann myndi halda þessu leyndu og það myndi enginn komast upp með þetta. Eða enginn komast að því hvað hann var sekur, sko. Og Natan var sendur í miskun sinni, trúi ég, miskun Guðs, til Davíðs og konfrontan, eins og hún segir á slæmri íslensku, hjálpa hann til þess að horfast í augu við synd sína. Og þá var ég að hugsa, það er ekki, það að vita af synd sinni í lífi sinu, það er ekki það sama og að viðurkenna. Það sýnir okkur það. Það er ekki sama að viðurkenna og horfast í augu við hana og iðrast. Amen. Maður ekki segja, vita það, já, ég er syndur, en þú veist, þeir eru kannski ekki að játa það fyrir einu manninum, þeir eru að fela það og eins og segir í sálmunum sem við varum að lesa áðan, sálmu 139. Þú veist, ég veit ekki á hvaða tímapunkti eða hvort Davíð skrifaði þann sálm, en þú veist, það var allavega einhver opinberun komin hérna. Hvert get ég farið frá anda þínum? Og hvert get ég flúið frá augliti þínu? Guð veit alla hluti. Eins og Guð vissi Adami aldingarinn, hann vissi hvað hann var, en hann vildi bara hann vildi bara tala við hann. Hann vildi bara, akkur ertu farin frá mér? Það segir að Guð labbaði með þeim í aldingarðinum og átti samfélag við þau. Það var svo náið samfélag. Og en síðan annars sálmur sem að segir bókstaflega að hafi verið skrifað. Davíð skrifaði þennan sálm eftir að hann syngaði með Batsebu og eftir að Natan, spámaður, kom. Og það með þessi sálmur, sálmur 51, þar sem að Davíð iðrast. Og hann segir, Guð, vertu mér náðugur sakir elsku þinnar. Afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvó mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Á ensku segir hann stað, I acknowledge my iniquity. Hvernig segir mér það á íslensku? Ég kannast við, eða ég viðurkenni, þú veist. Amen. Synd mína. Ég þekki sjálfur afbrot minn og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotshjólum.
gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt í augum þínum. Því ert þú réttlátur þú talar, hreinn þú dæmir, sjá sekur var ég var til, syndugur móðir mín fæddi mig. Og hlusti, 8. vers, sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra. Amen. Og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn, þvo mig svo ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin mín sem þú hefur sundumarið. Byrg auglið þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Og svo kemur hérna, skapa í mér hreint hjarta á Guð og veit mér á ný stuð og hann anda. Ég veit ekki, hann endur sig aftur og aftur í þessum sálmi. Þvo mig, hreinsa mig. Og svo kemur hérna, sjá þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú með visku. Svo segir hann aftur, hreinsa mig og hreinsa mig með ísóp. Ísóp eru ákveðin tegund jurtar og hún var notuð í Gamla testamentinu, löngu þarna áður í musterinu og af prestunum til þess að hreinsa líkþráa og sem var svona, þeir áttu að ríða blóðinu á deyrastafina, þeir leiddust út af Egyptalandi til þess að engill dauðans kæmi ekki og myndi deyða þá. Það var ísópur, já, ísópur var líka notaður í krossfestingu Jesú, þannig að hann segir, vá, þú veist, hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn. Og aftur þvo mig svo ég verði hvítar en mjöll. Og þetta skapi mér hreint hjarta. Þetta var hróp Davíðs að því hann gerði sér loksins grein fyrir því hvað hann var syndur. Og hann ekki bara vissi það, heldur horfðist í augu við það. Hann horfðist í augu við það og hann iðraðist. Það er ekki nóg. Elsku vinur, þú sem þetta hlusta líka hann úti. Það er ekki nóg að vita að við erum syndugur og segja já, það er allir syndugur hvort það er, já, þetta kristna pakki fjöls í kirkjunni, það er jafn syndugt og ég. Þú veist, það getur vel verið að segja eitthvað til í því, en það þurfa allir syndga og skorti Guðstýrð og við þurfum að viðurkenna synda okkar fram fyrir Guði og við þurfum að iðrast fram fyrir Guði og þetta, og við horfumst sjálfi augum okkar, ég horfst í augu við okkar syndir og biðja Guð drottinn Jesú að hreinsa. Hann tala mikið um þetta í Sálmi 51 að þvo og hreinsa. Efesus 5:26, nú setja það vers upp. Förum núna aftur yfir í Nýja testamentið. Mér finnst svo gaman að skoða Nýja og Gamla testamentið í tengslum við hvort annað og það speglar og það sem að gerist í Gamla testamentinu, það er svona fyrirrennari það sem gerist einmitt í lífi Jesú, frelsisverkinu. Efesus 5:26 segir, eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Amen. Þess vegna hefur við að lesa Guðs orð Guðs hreinsar og Jesús Kristur er sjálfur orðið. Amen. Og hann hreinsar líf okkar. Og við þurfum að lesa orð Guðs og það er það sem hreinsar líf okkar. Í fyrri konungabók 9:4, nú setja það upp. Þetta konungabókin er eftir Samúels bók. Þarna er Davíð konungur dáinn. Og Samúel, hann er jú sonur Davíðs og Batsebu, en fyrsta barn, ég vil ekki aðtekla á því, fyrsta barn Davíðs og Batsebu, þegar sem var getið í synd þarna, það dó og þetta var ákveðin refsti dómur bara yfir Davíð og þeim. Síðan eignuðustu annan son og hann hét Samúel og hann erfði konungsríkið frá pappa sínum. Ásækið, ég svo þýst, fá mér aðeins. Í konungabókinni 9. kafla þá skulum við lesa 9:4. Guð segir við Samúel, ef þú gengur fyrir augliti mitt eins og Davíð, faðir þinn gerði, af heilum huga og í einlægni
Og ef þú gerir allt sem ég hef boðið þér, heldur ákvæði mín og lög minni aldur og ævi styðja hásæti konungdóms þíns yfir Ísrael og eins og ég lofaði Davíð föður þínum. Þannig kemur aftur að mikilvægi þess að hafa þetta hreina hjarta, eins og Davíð hafði. Munurinn á Davíð sem konungi yfir Ísrael og Sál var það að Davíð hafði þetta iðrunarfulla hjarta. Hann, eins og ég segi, eins og ég var búin að koma inn á það, hann gerði þvílík mistök. Syngaði alveg upp á bak, sem hann segir. Og en þegar Guð pikkaði í hann og segi, hei, þú ert sigur, skilur, þá iðraðist hann. Og hann iðraðist. En það var ákveðna afleiðingar í fjölskyldinu hans sem að förum ekkert út í núna í dag, en þú veist, það var alveg ýmis mistök sem að börnin hans gerðu og annað, og það var komin ákveðin svona dauði eða afleiðing syndar, og það er þannig líka í lífinu núna að synd hefur afleiðingar, synd fylgir dauði og við viljum ofta ekki tárast auðvitað við það, en það hefur áhrif. Afleiðing syndar þegar hún er fullþroskuð, segir ykkur starf, er dauði. Og við vorum að tala áðan, einmitt í endanum á þessu versi Sálmi 51, þá segir, skapi mér hreint hjarta á Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Halldór talaði við síðasta sunnudag, var að tala þennan stöðugan anda. Og hvernig, og þú veist, mér langar aðeins að fara inn í það, ég er ekkert búin að fylgjast tímanum, en hvernig öðlustu við þennan stöðugan anda? Og aðeins að fara í það í Nýja testamentinu. Í Jóhannes 15 þá segir Jesús sjálfur, hann er að tala við lærisveinana rétt áður en hann fer á krossinn. Hann er að spjalla við þá og tala við þá og segja honum að hann er að fara frá þeim sem þeir skildu ekki neitt. Hvert átt að fara, en hann segir, verið í mér, Jóhannes 15:4, verið í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfur í sér nema hún sé á vínviðnum. Þetta er oft búið að predika þetta. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér er og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Og vers 10, fyrir þangað niður. Ef þér eruð í mér, orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni, í kærleikanum, amen, í samfélaginu. Ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðug í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður mín, svo stöðugur í elsku hans. Halldór pratikaði eins og þetta, boðorðin 10. Ég veit ekki, ég var aðeins að stúdera hvað braut Davíð mörg boðorð af þessum 10 boðorðunum eins og við þekkjum þegar hann syngar með Batsebu. 3 eða 4, fyrsta boðorðin, hann elskaði ekki drottningu sinna af öllu hjarta og hann virti ekki hans boð. Hann girntist konu náunga síns, 1 boðorðið, hann dreigði hór með henni, hann myrti. Þetta eru 3 eða ekki 4 af 10 boðorðum, 30-40% af boðorðunum braut hann þarna á einu bretti. En Jesús segir síðan, æðsta boðorðið er þetta, elska drottin Guð þinn af öllu hjartaðinu, öllu sáliðinu, öllum hugaðinum og náungan eins og sjálfa sig. Og all hinn boðorðin eru inn í þessu boðorði. Við erum búin að heyra það predika og kennt það. Og amen. Og ef við erum
stöðu í honum og stöðu og höldum þetta boður, þú veist, að elska með sönnum kærleika, ekki eigingirni, ekki hroka, ekki eigingirni, heldur með sönnum kærleika. Og við skiljum þetta að við erum stöðu í elsku Guðs. Eina sem hann þráir samfélag við okkur, eins og í aldingarðinu metið. Hann segi, Davíð, hvar ertu? Þú ert farin frá þessu innilega samfélagi, þú ert horfin mér, skilur, og hann var runni dáinn ákveðinn hátt andlega séð út af því hann var ekki lengur undir þessu réttlæti sem að Guð vildi að hann væri. Hann var ekki lengur í þessu innilega samfélagi við Guð. Og fyrsta Jóhannesarbréf 4:15, mátti setja það upp, já. Hver sem að játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. 16. vers. Við þekkjum kærleikann sem að Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Amen. Orðskviðirnir 4, sem aðeins koma þangað, það þetta eitthvað sem Salomon, sonur Davíðs, skrifaði þegar hann var orðinn konungur eftir Davíð. Hann skrifaði þetta. Já, hann skrifar orðskviðinni 4:23. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Amen. Þar eru uppsprettur lífsins. Og í Markus 7:21 vitna aftur þá í það sem Jesús segir. Hann segir, því að innan frá úr hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágerind, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Allt þetta kemur innan frá og sörgar mannin. Þess vegna segi ég, og var í yfirskrift predikurinnar, varðveitt hjarta yðar okkar, varðveitum hjarta okkar framar öllu öðru og passum okkur hvað í hjarta okkar. Og ef það þetta, eitthvað af þessu, ég veit ekki hvort þið kannist við eitthvað af þessu, en við bara lesum þetta aftur, sko. Frá hjarta mannsins koma hinar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, kannski ekki það, hórdómur, ágerind, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Ég getum bara lýst því íslensku þjóðfélagi í dag, sko. Fyrirgeðu, og sumum stjórnmálamönnum, við biðjum fyrir stjórnmálamönnum. Amen. Allt þetta kemur innanfrá og sörgar mannin. Amen. En erfðasyndin, hún hefur áhrif á okkur, það málið. Og við þurfum svo á Jesú að halda, hans frelsisverki, hans hreinsun, hans blóði, orðinu til að hreinsa líf okkar. Við getum endurfæðst fyrir blóð Jesú með til að segja, já, drottinn, þú dóst á krossinum, ég trúi, þú ert frelsarinn minn. En við þurfum líka síðan orðið til þess að fínpússa allt í líf okkar og losa okkur við þessa bresti, við viðlóðandi synd. Amen. Og Mattheus 5 segir Jesús líka, 5:8. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Þetta fer rosalega og bara öllu leyti eiginlega eftir. Guð lítur á hjarta eins og lásum á það. Guð sér hjarta og ekki reyna það. Að flýja frá Guði og þykjast eitthvað, já, þetta alltaf lagi, minna Guð, hann ekkert skipti mig engum máli, ég skipti hann engum máli, en Guð, hann sér allt og fallega í þessu, þó að Guð viti allt okkur og hann sér okkur, þá elskar hann okkur samt. Það svo mikil kærleikur. Hann elskar okkur samt og hann þráir bara þetta einlægni hjartans. Eins og segir í Sálmi 51 og Davíð, hann var loksins búinn að gera sig grein fyrir því þarna. Þú metur hreinskilni hið innra. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylgsnum hjartans kennir þú mér visku. Amen.
Ég ætla að lesa 2 versi viðbót. Hebreabréfið 4:12 segir, því að orð Guðs lifandi og kröftugt, það dæmir hugsanir. Já, einmitt, sem sagt, seinni hluta versins, það hérna, orð Guðs lifandi og kröftugt máttur að hverju tvíeggjuðu sverði, það smýgur inn í innstu fylgsni, liðamóta og mergjar og þess fulldæmt að þess að það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég elska enska textan þessum tilfelli betur vegna þess að segir it pierces even to the division of soul and spirit. Amen. Þetta segir svo miklu meira. Það smýgur ekki bara inn, heldur skilur af anda og sál og við vitum það, við að lifa í andanum en ekki eftir holdinu. Við þurfum svo mikið á Guðs orði að halda til þess að aðskilja þetta og skilja hver Guðs vilji, hver andans vilji, svo við lifum ekki undir í holdinu, stjórnumst ekki af holdinu og af okkar syndum, af okkar slæmu hugsunum og allt þetta. Annað vers þessu líkt annað Tímóteusbréf 3:16. Sér hver ritning innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem að tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sér hvers góðsverks. Þannig að við skulum ekki ljúga sjálfum okkur, sem eitt af náttúrulega verkum holdsins og djöfullinn vill ekki að við lesum Guðs orð. Hann kemur til þess að stela og slátra eyða, segir í Jóhannes 10, en Jesús sagði ég komin til þess að gefa líf og líf í fullri gnægð, eins og Halldór predikaði líka svo snilldarlega daginn, þetta sósó, það allt í Guði. Guð vill gefa okkur allt með honum, hann gaf okkur sinn eigin son. Af hverju skildi hann ekki gefa okkur allt með honum, segir á einum stað. Hann gefur okkur allt með honum. Og þetta þrá Guðs. Við þurfum að lesa. Við þurfum bæði að biðja, leita Guðs, hrópa til hans í einlægni hjartans, iðrast synd okkar, viðurkenna, vera heiðarleg, hreinskilin, viðurkenna synd okkar, hrópa til Guðs og kalla eftir þessu innilega samfélagi við hann og lesa Guðs orð vegna þess að það hreinsandi. Amen. Ég vona að tala til einhverja og ég veit það, við tala til einhverja, en ég vil bara, þeir sem inni og sem að hlusta, bara, ef þið þekkið ekki Jesú Krist sem okkar frelsara, gefið honum líf ykkar. Guð þekkir þig út í gegn, hann elskar þig. Þú getur ekki falið þig frá honum, við getum ekki falið okkur frá honum, við þurfum bara að vera heiðarleg, hreinskilin, hér ég, svona ég. Gerðu eitthvað með líf mitt og ég gef þér líf mitt. Það segir stundum, já, komdu til Jesú, fylgdu Jesú, Jesús vill koma og ganga með þér í lífi þínu. En ég segi, fylg þú honum, gakt þú með honum. Verð þú lærisveinn hans og lærðu af honum. Og það hann sem hreinstar, það hann sem, og þegar við gefum honum allt okkar líf, allan sauruleikan, allt drastlið, alla synd okkar og einhvern tímann heyrði ég góða líkingu, og þú þarft að fara í bað og þvo þér, þá ferði ekki fyrst í sturtu áður en þú ferð í bað. Við komum til Guðs eins og við erum og gefum honum hjarta okkar, gefum honum allt. Og þá segir hans orði, hann gefur okkur allt tilbaka, hann gefur okkur allt á móti. Lækningu, frelsi, hamingju, gleði. Og sem segir í Galatabréfinu 5, ávistar andans gleði, kærleikur, friður, langlindi, gæska, góðvild, hógværð, sjálfstjórn, hvernig þetta? Trúmennsku, hógværð, bindindi eða sjálfstjórn. Hann vil gefa okkur allt, þetta allt ávistar andans, en skrefið fyrsta skrefið að meðtaka Jesús sem okkar frelsara. Amen.
fyrir kærleika þín, Drottinn minn. Þökkum fyrir að þrátt fyrir það, hvernig við erum og þrátt fyrir hversu vel þú þekkir okkur, þá elskar okkur samt. Og við lofum þig fyrir það, þennan óumræðilega kærleik. Og það sem mikið er fyrirgefið, elskar mikið. Þú hefur gefið okkur allt í Kristi. Fyrirgefið, hreinsað, réttlætt okkur. Veitt okkur aðgang að þér, að hásæti þínu, fá að dvelja fram fyrir þér, allt fyrir þína náð, allt fyrir þína miskunn. Drottinn, við þökkum fyrir það. Og þakka fyrir að þú elskar okkur. Drottinn, ég bið fyrir hverjum sem er að hlusta bæði hér í salnum, sem er verið að hlusta orð þitt, sem er heima, Drottinn Guð, bið blessun. Tala þú fyrir anda þinn inn í kringumstæður, inn í hjörtum, Drottinn, hvers og eins. Og ég veit að það er einhver að hlusta sem þarf einmitt að segja, hér er ég, Drottinn. Ég þarfnast þín, ég þarfnast hreinsunar þinnar, fyrirgefningar þinnar, lífs þíns inn í mitt líf. Heilar andi, þú starfar og vinnur. Blessa sé þitt nafn. Takk, Jesús. Amen. Guð bless ykkur, elsku vinir. Við sjáumst næsta sunnudag, það er súpa frammi. Súpa fyrir þeir ykkur sem hafi tíma til að staldra við eða eru svöng. Fá okkur súpu. Kaffisopi að sjálfsögðu.